Já, góðan dag og gleðilegan hvíldardag. Fyrir ári síðan þá vorum við Jeanette hérna og áttum góðar stundir í 1-2 mánuði og þá var það sísta sem mér datt í huga, ég myndi vera komin hingað aftur ári síðar. En hér eru við, ekki lengur eftirlaunaþegar og eiginlega komin í foreldrahlutverk með 2 krakka með okkur, Bryndís og Leif, og þau vildu endilega koma hingað. Þau vissu að við myndum verða hér eitthvað, vildu endilega koma og læra íslensku. Og ég ætla að biðja ykkur sem að gefa ykkur á tal við börnin að tala íslensku við þau. Jæja. Ég hef hugsað mér að dvelja svolítið við orðið sjálft og minna okkur á texta einmitt vegna þeirra tíma sem við lifum á, þar sem það er eiginlega allstaðar, skólum, í skólabókum, námsbókum, fréttaflutningi, fyrirlesturum, ritgerðum, þá er það alveg seginsaga að þróunarkenningin ræður ríkjum, jafnvel innan kristninnar. En við skulum líta í Guðs orð. Byrjum á Mósebókinni, 1. kaflanum og 1. versi. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Og síðar segir, þá sagði Guð, vér viljum gera manninn eftir vorri mynd, líkan oss. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd, hann skapaði þau karl og konu. Og í 4. boðorði, boðorðanna 10, segir, því á 6 dögum gjörði Drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í því er, en hvíldist 7. daginn. Þess vegna blessaði Drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Og í Sálmónum segir, fyrir orð Drottins voru himnarnir gerðir og öll þeirra prýði fyrir anda munns hans. Þetta úr Sálmónum 33. Og í hinum þekkta sálmi, 139. sálmi, segir Davíð, Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig, hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Ég lofa þig fyrir það, að ég er undursamlega gerður. Og Kristur sjálfur, hann vísar í sköpunarsöguna. Hann var að ræða við fariseiðin og þeir vildu fá svör frá Kristi varðandi það að mega skilja við konu sína. Og þá sagði Kristur, hafið þið eigi lesið, að skaparinn gerði þau frá upphafi, karl og konu. Og þessi frægu orð í byrjun Jóhannesar Guðspjalls. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allt varð til fyrir hann og án hans varð ekki neitt sem til er. Og við höldum áfram, við erum komin í Kólussubréfið, þar sem Páll segir þetta Krist. Enda var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómar, tign og völd. Allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann er fyrri en allt
og allt á tilveru sína í honum. Og í Hebreabréfinu, í 1. kaflanum og 2. og 3. versi: En nú í lok þessara daga hefur hann til okkar talað í syni sínum, sem hann setti erfingja allra hluta. Fyrir hann hefur hann líka heimana gert, hann sem ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns. Það mjög skýrt frá ritningunni að allt á tilveru sína í Guði. Hann hefur skapað allt sem til en heimurinn í dag virðist vera á öðru máli, sérstaklega vísindaheimurinn. Heimurinn í dag á sér marga guði og tilbyður þá og helst allt annað en skaparann. Þróunarkenningin virðist gegnsýra allt. Að þeirra mati, sem eru þróunarsinnar, ekkert yfirnáttúrlegt upphaf til. Efnishyggjan grunnurinn, það ekkert til nema efnið niður í smæstu agnir. Ég hef hérna með mér yfirlýsingu, opinbera yfirlýsingu frá Landssambandi líffræðikennara í Bandaríkjunum. En áður en ég les þá yfirlýsingu væri gott að líta aðeins á hvað líffræðin fjallar um. Sem vísindagrein þá fjallar hún lífið í öllum þessum myndum og fyrirbærum, upphaf, viðhald og innri byggingu allra lífvera. Það þetta sem átt við þegar talað um athuganir á lífinu út frá vísindalegu sjónarhorni. Og hér þá þessi yfirlýsing. Fjölbreytni lífs á jörðinni til komin fyrir framþróun. Þessi framþróun án þess að nokkur hafi hugað að henni. Þetta þróunarferill sem ópersónulegur, óútreiknanlegur og náttúrlegur. Þetta framvinda afkomenda með erfðafræðilegri aðlögun að náttúrulegu vali, tilviljun, ófyrirsjáanleika í framvindu sögunar og þessi þróunarferill háður breytingum í umhverfinu. Einn frægasti trúleysingi okkar tíma, ég held hann sé nýlátin, þið kannski kannist við nafnið, Richard Dawkins, líffræðingur, kenndi bæði við Harvard-háskólann og Oxford-háskólann og hann hnykkir á þessu. Hann flutti þennan boðskap að darwinisminn hafnaði því alfarið að skapari hefði nokkuð með tilveru okkar að gera. Þetta boðaði hann á fyrirlestrarferð Bandaríkin svipað leyti sem að Jóhannes Páll annar páfi sendi Vísindaakademíunni í Páfagarði boðskap sem gaf í skyn vissa viðurkenningu á þróunarkenningunni. Hann bætti þó við að þróunarkenningin væri ósamrýmanleg sannleikanum manninn. Ég myndi segja að það var nokkuð viturlegt. Því að þróunarkenningin á í miklum vandræðum með meðvitundina, að maðurinn hafi meðvitund.
Þróunarkenningin ræður ekki við það og sjálfsagt margt annað sem hún ræður ekki við. Og á síðustu árum hefur komið fram hreyfing mikil að það er hugsun, það er tilgangur, það er hönnun á bakvið tilveruna. Og þetta ræður þróunarkenningin ekki við. En þróunarkenningin er í raun og veru trúarbrögð. Það er ekki hægt að sanna þróunarkenninguna. Hún er kenning, en það er reynt að koma með vitnisburð í þá áttina að allt hafi gerst fyrir tilviljun, fyrir ópersónuleg öfl. En eftir því sem að þekkingin verður dýpri, ég tala ekki líffræðina, frumurnar og allt sem gerist í frumunni og kannski alveg sérstaklega DNA sem eru upplýsingar og stjórnun á líffræðikerfum sem eru svo flókin að það er ekki möguleiki að kenning Darwins geti komið því heim og saman. Því að hjá Darwin átti allt að gerast í smá þrepum. En það er svo margt í heimi líffræðinnar sem menn þekkja í dag, þar sem að þessi undur geta ekki starfað nema hafa orðið til í einu samtímis. Og það er búið að sýna fram á þetta mjög svo sterklega, en samt halda þessir sterkustu þróunarmenn fram að þróunarkenningin er skýringin á öllu. Meira að segja hefur einn þeirra sagt berum orðum að ef ykkur finnst eitthvað vera þannig að það bendi til hönnunar og tilgangs, þá verðið þið bara að ýta þessu frá ykkur. Þið verið bara að loka á það, vegna þess að sannleikurinn er sá að það er engin hönnun á bakvið þetta, það er engin vitsmun að vera á bakvið þetta. Herbert Spencer var mjög vel þekktur á 19. öldinni í Bretlandi og var samstarfsmaður á vissan hátt með Darwin. Hann er reyndar höfundur þessara frægu setningar sem á ensku er þekkt sem survival of the fittest, eða hinn hæfasti lifir af. Og hann á að hafa sagt, já, loksins erum við laus við sköpunarsöguna, þá getum við fara að snúa okkur að vísindunum. Þannig að það er í raun og veru grunnurinn að þróunarkenningamenn þeir forðast það sem heitan eldinn, að koma að nokkru sem bendir til tilgangs eða hönnunar sem þá myndi benda til skapara. Og það er grunnurinn. Höfnun á skaparanum, það er algjör nauðsyn til þess að snúa sér að þróunarkenningunni og að allt hafa orðið til fyrir tilviljun og án tilgangs. Þekktur þróunarsinni, Georg Gaylord Simpson, hann sagði þetta: maðurinn varð til fyrir tilgangslausa náttúrulega þróun sem hafði hann ekki í huga. Já, steinninn sem að rúllar niður fjallshlíðina hefur að sjálfsögðu ekki neitt í huga. Þessi höfnun á Guði sem skapara hefur óhjákvæmilega áhrif á afstöðu fólks til fjórða boðorðsins að halda hvíldardaginn heilagan sem minnismerki sköpunarmátt Guðs,
frelsunar og helgunar mátt Guðs. Fólk skilur þörfina á líkamlegri og andlegri hvíld, en að halda hvíldardaginn einungis í þeim tilgangi gerir að engu hinn háleita tilgang hvíldardagsins að minna á skaparann og að við erum sköpuð í Guðs mynd og ábyrg gagnvart honum. Grundvöllur tilbeiðslu á Guði er einmitt sá að hann er skapari okkar og alls þess sem til er. Og þetta er líka kjarninn í boðskap fyrsta engilsins í Opinberunarbókinni 14, 6 og 7 sem var lesin upp hérna áðan. Óttist Guð og gefið honum dýrðina. Stundin er komin hann kveður upp dóm sinn. Tilbiðið þann sem hefur gert himininn og jörðina og hafið og uppsprettur vatnanna. Það eru ákveðin tengsl á milli dóms og skapara. Við erum sköpuð í mynd Guðs og við erum ábyrg gjörða okkar fyrir honum, skaparanum. Mér langar að minna á orð predikarans í 11. og 12. kafla predikarans. Gleð þig, ungi maður, í æsku þinni og láttu liggja vel á þér, unglingsár þín, og breyttu eins og hjartað leiðir þig og eins og augun girnast. En vita skaltu að fyrir allt þetta leiðir Guð þig fyrir dóm. Mundu eftir skapara þínum á unglingsárum þínum. Og svo segir predikarinn að það sem hann hefur skrifað í einlægni eru sannleiksorð. Og hann heldur áfram og segir, orð spekingana eru hvöss sem broddar og kjarnyrðin eins og fast reknir naglar. Þau eru gefin af einum hirði. Mjög athyglisverð orð. Og hann segir áfram, sonur minn, þýðstu aðvaranir. Og við skulum hlýða á niðurstöðu þessa alls. Óttastu Guð og haltu boðorð hans, því að það á hver maður að gera. Guð mun leiða sér hvert verk fyrir dóm, sem haldinn verður yfir öllu því sem hulið er, hvort sem það er gott eða illt. Ég hef lesið þó nokkuð þróunarkenninguna og það sem ég hef tekið eftir sérstaklega. Og það er mjög undarlegt af því hér erum við að ræða vísindamenn, hámenntaða vísindamenn. Þegar að kemur upp ýmislegt í þjóðfélagsumræðunni, ég þá kannski helst að vísa til Bandaríkjanna, eitthvað í það áttina að það er til skapari. Þá verður upp í fótur og fit og þá er ráðist á þetta í blöðum og útvarpi og sjónvarpi og það merkilega við þetta allt er að það er ekki bara upp í fótur og fit og gagn, hvað við að segja, jafnvel árásir, heldur verða þessi menn og kannski konur líka bara reiðast. Og mér finnst það benda til þess að þeir sem eru harðir þróunarsinnar, þetta eru þeim trúarbrögð. Þetta kemur afskaplega illa við þá að nokkur skuli voga sér að benda til þess að til sé skapari
Og hvers vegna er það svo? Hvað gerist þá? Ef þeir verða að viðurkenna að til er skapari. Jú, þá verða þeir að viðurkenna að þeir eru ábyrgir gagnvart skaparanum. Og það vilja þeir ekki. Þannig vinir að ef þið takið eftir þessu í blöðum, á sjónvarpi, í útvarpi, í máli manna á milli, hafið hugfast orð Guðs. Og þetta er hluti af aðventboðskapnum. Óttist Guð og gefið honum dýrðina, því að komin er stund dóms hans. Hann sem skapað hefur himininn og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Já, hann hefur skapað allt sem til er og hann hefur skapað okkur í sinni mynd og hann vill að við endurspeglum þá mynd sem fylgjendur og lærisveina Krists. Amen.